Já, maður rúla hérna yfir þetta verkefni. Hér samsett ásinn bara. Hvað LDR viðnám hérna? Þetta hér. Þetta viðnám sem ljósháð. Meira ljós, þá losnar rafeindir á plötu hérna í þessu. Meira ljós, minna viðnám. Leiðir meira, svo ekki myrkur, þá það hátt viðnám, þá leiðir ekki neitt. Og hvernig ásinn virkar, hér samsett, tjöfum bara, segjum að sé dagur núna, mikið ljós. Þá leiðir þetta, transistórinn dregur, spólan hér, hún hérna dregur þessa snertu hérna, hingað og það slóttur hann perunni. Setjum myrkur, lítið ljós, hátt viðnám hérna og þá ekki nóg rafmagn inn í beisinn svo hann drægi, þá dregur hann ekki neitt og þá hann í stöðunni hér og peran logar. Og síðan koma hér nokkrar spurningar af blaðsíðu 2. Hvað þýðir NO, það að normally closed þýðir bara hann lokaður þegar ekki rafmagn á honum og þá þetta hérna normally open og hér sammeðin leifirinn common. Og hvaða snertur leiða saman þegar engin spenna á spólu, það common normally closed og hvaða snertur leiða þegar spenna spólu, það common og normally open. Mæli með ljósmæli við hvaða, já við mældum hérna cirka, skulum þetta bara með rauðu það ekki, eða grænu. Hérna mældum við cirka 90 lux. Þá fór hann að draga hérna, 90, 100, 100, 200, þá dróð hann, svo fór undir 90, þá hætti hann að draga. Hver spennan ef R1 þegar liðið byrja að draga, við mældum hérna 1,22 volt. Og þetta ampemærinn sem á spennugjafanum, hann var cirka 0,03 amper, þetta eru 30 milliamper þegar sólinn stein, þegar hann dró. Og hve mörg ohm mældum við hérna, við mældum það 2193 ohm. Svona. Og svo þegar ég var að reikna ströminn inn í beisinn, þar að hver mikið strömmin fer inn í beisinn, nú vitum við viðnámið hér, hvað mörg ohm og spennuna yfir það. Og þá I jafnt og U deilt með R jafnt og 1,22 volt deilt með 2193 ohm og við fáum út úr þessu 0,00055 amper. Þetta jafnt og 0,55 milliamper. Það hér inn hérna eru 0,55 milliamper inn í beisinn. Og hérna niður, hérna í kollektorinn, hérna niður eru cirka 30 milliamper. Þetta svo lítið, við notum bara töluna hér sem ströymurinn hér niður, 30 milliamper. Og það að finna cirka mögnunina hérna, HFE í honum, og HFE jafnt og ströymur í kollektor, deilt með ströymur í beis, það að segja hve mikið margfaldast þessi ströymur hér niður, og það þá jafnt og 30 milliamper, deilt með hálft milliamper, og þá mútur þessu, segjum bara að þetta sé bara 5 hérna, þá fáum við 60, HFE 60, bara það, bara 5, góð tala, 60. Og svo spyr ég ykkur hvað NTC viðnám og PTC viðnám. Þetta LDR viðnám, svo eru til viðnám sem eru hitaháð. Og þau eru teiknuð með svona skástríki hérna og það -T eða NTC og alveg eins teikning, svona, skástrík svona og hér plus T temperatúr ef þetta PTC. Og þetta þannig hérna, hitnar minna viðnám, þá var það negatíft, hitnar jafnt og meira viðnám, positíft, já þetta eru kallað þermistórar, ekki resistórar, þetta þermistór. Þermistór, það hérna, sem gæði hér. Þermistór, NTC eða PTC og ljósnæmt viðnám LDR. Ok, búið. Takk.